Jæja Kalli, kannski svekkjandi að fara inn í hálfleik með forystu, liðið að spila vel, kannski mætir ekki alveg nóg vel í seinni. Já, það margt til því. Við mómentið með okkur í hálfleik og mér fannst við reyndar alveg koma út í seinni hálfleikin ágætlega, frá fyrstu 5-10 en svo bara tekur Valur yfir. Fannst rángstöðumark, þetta jöfnunarmark, ég á eftir að sjá það aftur en það var líkt að því, mér fannst línun okkar reyna að stíga það vel en hérna á þeim tímapunkti í leiknum með Valur bara að leysa kannski okkar varnarvinnu og auðveldlega og þær bættu síðan bara í og við lentum undir. Einmitt. Svo náttúrulega áttu hún rosalega fyrra hálfleik, hún Úlfa, Dís, en svo fannst mér svona eins og þau voru ekki nógu góðir að finna hann í seinni. Þetta aðeins útileg skipt kant sá ég líka. Já, hún hefur frjálsaði í því hvorum við vill vera og bara flýtur og getur náttúrulega skotið bæði vinstri og hægri en það bara, mér fannst ég lenda aðeins undir á miðjunni og við náum ekki að leysa spilið kannski nægilega hratt og þegar það er ekki nóg að koma Úlfa á boltann inn í okkar vítateig, við þurfum að skapa fyrir hann og við þurfum að koma inn ofar á öllin og það kannski liggur það, Valur voru bara grimmari við inn á miðsvæðinu sérstaklega og fóru bara og mættu Úlfu og okkar leikmönnum þannig að þegar hún lendir svona fysikal undir þá verður þetta erfitt. Einmitt. Og nú náttúrulega fór hún reglulega illa með Elísu sem er náttúrulega margleynd landsliðskona í fyrra hálfleik, átti mjög erfitt uppdráttar. En svo náttúrulega í seinni kannski gerði Valur vel í því að hafa sérstaklega gætur á henni. Já, það er náttúrulega líka bara að stíga öðru sig á okkur og vísa okkur kannski frekar í aðrar áttir en svo er það bara okkar að það er svona bara sem lið, við erum 2-1 yfir í hálfleik, byrja seinni hálfleikinn að þá þarf sterkan haus hér, sérstaklega á móti Val til þess að bara hafa kassan út og halda áfram að sækja og spila. Ef þú ætlar að fara að vera í einhverja stöðu þá ertu komin í erfiðari mál þannig að eins og ég hef eftir að sjá leikinn aftur og við þurfum bara að fara vel yfir það sem að klikkaði. Það að fá okkur 4 mörk vonbrigði og bara hrós á Val. Það voru ekkert að skapa sér einhver 20 færi á þessum leik, það bara nýttu virkilega vel það sem þeir fengu. Einmitt. Og hvernig fannst þér hérna 2-1 marki hjá henni Úlfu? Sástu það almennilega? Já, við vorum á besta stað. Þetta er náttúrulega eitthvað sturlað og þetta er ekki einu sinni það fyrsta skipti sem maður sér Úlfu gera þetta þannig að það er svona, hennar hæfileikar eru ansi hreint magnaðir. Einmitt. Og þú ert væntanlega mjög ánægður að Stjarnan hafnaði tilboði frá Vali í hana fyrir tímabilið, skilst mér? Já, Úlfa er bara lykilleikmaður í okkar liði og hérna ég held að svo allir innan Stjörnuna sem meta hana eins og hún á skilið. Einmitt. Og núna gaman að segja frá því, þá sá ég Steinar landsliðsþjálfara hérna horfa á leikinn og ef ég væri hann þá myndi ég hugsa, þetta er eitthvað sem ég hefði hugsanlega vantað á EM. Veist, heldur að hún, mér gæti hugsanlega fengið kallið, getur þú séð það fyrir þér? Það getur alltaf gerst. Úlfa er að minna á sig og það er ekki hægt að líta framhjá henni endalaust, ekki með hún spila svona, þannig að hennar hlutverk núna er bara að hafa hausinn strax inn í næsta leik og halda áfram að banka dyrnar. Einmitt. Herðu, bara takk kærlega fyrir viðtalið.